Við skiptum yfir á Bessastaði eftir augnablik og ræðum við Ólaf Ragnar Grímsson, forseta landsins, stöðu Íslendinga eftir atburði liðinna daga, útrásina miklu og spyrjum hann síðan hvað hafi farið úrskeiðis. En byrjum á Helga Seljan sem staddur á Bessastöðum ásamt forseta Íslands. Góð sæll Ólafur og velkomin í Kastljós. Þakka þér fyrir. Það byrja bara aðeins á að spyrja þig því að þú hefur verið í þessum vinnustaðaheimsóknum í dag sem svona, já, einhvers konar viðbrögð við þessu efnahagsástandi sem að riðið hefur yfir þjóðina og þessum bankagjaldþrotum öllum. Hver tilgangurinn með þessum heimsóknum og hvernig hljóðið í fólki? Tilgangurinn að minni hálfu að reyna að efla og taka þátt í samræðu landsmanna þennan vanda og framtíðina vegna þess að ég til brýnt að nú tölum við öll saman og reynum að hlusta hvert og annað með opnum huga. Og mér fannst líka nauðsynlegt fyrir mig að heyra hvernig fólk á vettvangi vítt og breytt, ekki bara í atvinnulífinu, heldur í velferðarstofnunum, skólum, í unga kynslóðin í landinu, þar sem félagslega aðstoð veitt og stuðla þannig að því að þjóðin öll skynji það að hver einasti vettvangur á Íslandi skiptir miklu máli þessa mundir. Og það kom mér samt að segja, já, eiginlega meira en þægilega og óvart að skynja það fyrst í Granda sem nú eitt af elstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins ef horft á sögu þess fyrirtækis, hvernig stjórnendur og starfsfólk tók þessu öllu nokkuð með jafnaði geði í fullri vissu þess að sjávarútvegurinn stendur ennþá á traustum stoðum og á mikla sóknarmöguleika og Grandi til dæmis ábyrgur fyrir 5% af öllum útflutningi Íslendinga. Þannig að það var mikilvægt að heyra þar hljóðið en enn merkilegra fannst mér að koma í þetta hugbúnaði fyrirtæki CCP sem starfar í gömlu húsnæði bæjarútgerðar Reykjavíkur. Þar stór sveit, margir tugir af ungu fólki milli 20 og 30 sem var fullt af bjartsýni og sóknarhug, sá fjölmörg tækifæri og var í raun og veru glatt í huga og benti á það sem mér fannst athyglisvert sjónarhorn að bankarnir hafa sogað til sín á undanförnum árum mikið af fólki frá hugbúnaðar vettvangi, frá verkfræðistofum, kunnáttufólki í tækni og upplýsingaþjónustu og mörg sprotafyrirtæki og önnur fyrirtæki hafa þess vegna ekki geta nýtt sóknarfæri sín vegna þess að það skorti fólk og nú voru þeir með þá von í brjósti að margt af þessu fólki sem hefði starfað hjá bönkunum gæti komið inn á sóknarvettvang annarra fyrirtækja og þannig tekið þátt í margvíslegri uppbyggingu og það skildi oft vera klappað á fundinum í CCP og maður skynjaði þennan mikla og glaða baráttukraft í þessari ungu kynslóð. Það fannst mér vera sterk skilaboð, ekki bara til mín, heldur líka til allra þeirra sem hafa verið að fjalla þennan mikla vanda og kannski fjölmiðlana líka, að það fólk vítt og breytt samfélagið sem að sinna sínu verki með krafti og bjartsýni og sér fjölmörg tækifæri. En þú hlýtur líka að finna fyrir því að fólk hefur ákveðnar áhyggjur, það óvissa líka og svo uppi þó nokkuð mikil reiði. Þú hefur orðið varið þetta væntanlega líka? Jú, það ósköp eðlilegt. Það ósköp eðlilegt vegna þess að það þúsundir af fólki sem að horfast í augu við mikla erfiðleika, eignamissi, glötun á því sem menn töldu tryggt og kannski sérstaklega ung kynslóð í landinu sem hefur bara lifað glæsitíma horfir núna í fyrsta skipti framan í kaldan veruleika. Og þetta auðvitað búið að vera þannig sigling og hefur haft áhrif á okkur öll að það eðlilegt að við þessar aðstæður, sérstaklega hjá þeim sem að missa vinnuna, missa hluta af eigum sínum, þá fyllist fólk fyrst undrun, síðan vonleysi og djúpri reiði. En kannski líka hluti af þessum heimsóknum mínum að reyna að stuðla því að þessi reiði ná ekki tökum á þjóðinni vegna þess að hún getur aldrei verið góður vegvísir hvort sem að menn lenda í persónulegri sorg og ég þekki það nú af eigin reynslu eða hvort að menn lenda í djúpum erfiðleikum af þessu tagi. Reiðin eðlileg, viðbrögð og skiljanleg en hún má ekki vera leiðarvísir gagnvart framtíðinni og ég sé líka mikilvægt að og það sagði ég við þetta unga fólk í CCP
að þau sendi líka skilaboð, bjartsýni og vonar til þeirra sem núna glíma við mikla erfiðleika. Og þannig finnum við til þessara samábyrgðar sem við berum öll á þessum tímum og kannski líkt og þegar eldgosi varð í Vestmannaeyjum eða snjóflóðin féllu fyrir vestan sem voru hamfarir af náttúruvöldum og við erum að lifa núna hamfarir af mannavöldum og völdum fjármálakerfisins. Þá tókum við utan hvert annað og það eigum við að gera líka núna, sérstaklega gagnvart unga fólkinu. Ég held að það sé mjög mikilvægt að þessi hæfileikaríka og velmenntaða unga kynslóð sem hefur verið að koma á vettvang á undanförnum 10-15 árum, hún missi ekki trúna á Ísland. Hún fyllist ekki vonleysi og dragi þá ályktun að hér sé engin framtíð. Því að það væri að mínu dómi alröng ályktun því að okkar land býr yfir mörguleyti meiri auðlindum og glæsir möguleikum þegar horft til framtíðar heldur en flest önnur lönd. Ég veit að þetta hljómar kannski eins og þversögn á þessum tímum. En það enga síður staðreynd. Við eigum mikinn mannauð, við erum með unga þjóð, við eigum sem betur fer sterka lífeyrissjóði, við eigum einhverjar eftirsóttustu orkulindir í Evrópu, við eigum þessa glæsilegu náttúru sem að þúsundir og 100.000 manna vilja heimsækja og við eigum fiskinn í sjónum. Svo eigum við líka vatn sem að mikill skortur á í veröldinni og þess vegna höfum við kannski meiri sóknarfæri núna heldur en nokkru sinni fyrr þegar erfiðleikar hafa steðjað Íslendingum og mikilvægt að þessi unga kynslóð sem núna hefur orðið fyrir miklum vonbrigðum hún dragi þá ályktun, þetta var erfið reynsla, sársaukafull en hún kenndi okkur margt og við höfum mikla hæfileika, nú beitum við þeim bara á öðrum sviðum. En hefur ekki áhyggjur af því, Ólafur, að einmitt þetta unga fólk sem þú ert að tala að það upplifi vonleysi þannig og ástandið að því að við vitum að það náttúrulega ekki allt sem allar þær hörmungar sem þú segir að séu af mannavöldum réttilega, að þær ekki allar búin að ganga hérna yfir. Gjaldþrot, atvinnuleysi aukið, ekki mjög mikil hætta og kannski mesta hætta bara frá því að land byggðist hérna, að það verði mikill fólksflótti frá landinu einmitt af þessum orsökum. Já, það alveg hárrétt hjá þér. Og ég benti nú á það í áramóta ávarpi mínu að í viðræðum mínum við ráðamenn í ýmsum löndum í Mið- og Austur-Evrópu þá hafa þeir horfst í augu við það að stór hluti af þjóðinni hefur farið burt. Rúmenía til dæmis hefur mist það bil 500.000 manna bara til Ítalíu og unga fólkið frá Eystrasaltslöndum og mörgum öðrum löndum hefur streymt til annarra landa. Og ég tel að þetta sé kannski einn stærsta hættan að sá mikli mannauður og svo gífurlega fjárfesting sem við höfum lagt í skólum landsins og í starfsþjálfum hjá þessari nýju kynslóð fari í súginn vegna þess að menn finni ekki nýja von og sjá ekki möguleikana og þess vegna meðal annars vildi ég fara á þennan vettvang og í fyrirtækin og skólana þar sem unga fólkið til þess að reyna að efla þessa bjartsýni vegna þess að ég hef djúpa sannfæringu fyrir því og byggja það á minni alþjóðlegu reynslu. Það eru fá lönd í veröldinni sem hafa þrátt fyrir þessa miklu erfiðleika jafn mikla framtíðar möguleika eins og Ísland. En ef við missum þetta unga fólk burtu, þá verður mjög erfitt fyrir okkur að vinna okkur út úr þessum vanda. Stjórnmálamenn hafa töluvert rætt það þessa viku sem liðin frá því að þetta skall nú á okkur eins harkalega var að verkefni þjóðarinnar núna væri fyrst og fremst að standa saman, við ætlum að þjappa okkur saman og þá hefur mörgum orðið hvort að menn ætti ekki fyrst og fremst að kanna það hvað fór úrskeiðis og hverjum var að kenna. Ertu sammála því að við þurfum að gera rækilega úttekt á þessum hamförum eins og þú kallar það? Já, ég alveg sammála því að við þurfum að gera það og það þarf að fara hér fram í landinu opin og heiðarleg og hispurslaus umræða sem við öll eigum að taka þátt í og við eigum öll að líti í eigin barm, ekki síst við sem höfum við falin ákveðin ábyrgð, hvort sem það á vettvangi stjórnkerfis eða atvinnulífs. Og menn eiga ekki að vera feimnir við þá umræðu. Erst þú feiminn við þá umræðu? Því að þú hefur nú tekið þátt í þessari útrás og verið nokkurs konar sendiherra þessara viðskiptamanna. Ertu svona í því ljósi, ertu eitthvað hræddur við þá umræðu? Nei, ég það ekki. Ég er meira reiðubúinn til þess að taka þátt í henni og ræða hvort að mér hafi kannski orðið á eitthvað í þeirri vegferð sem sjálfsagt hefur orðið og
og því að ég studdi þessa viðleitni af mikil atorku og oft á tíðum af kappi, vegna þess að mér fannst kannski fyrst og fremst það sem útrásin fól í sér var tækifæri fyrir þúsundir af ungu fólki sem hafði verið að mennta sig vítt og breytt veröldina til þess að gera Ísland af sínu vettvangi eins og við vorum að tala áðan. En ekki bara fólk í viðskiptum, heldur líka fólk í listum og vísindum og menningu. Og sem betur fer þrátt fyrir erfiðleika bankana, þá stendur margt af þessu ennþá eftir og getur orðið uppistaða í nýja sókn. En við þurfum auðvitað öll, bæði ég og aðrir, að skoða reynsluna af þessu, horfast í augu við okkar eigin málflutning og ályktanir og skoðanir, greina þessar ástæður. En ég held að það sé líka mistök að horfa svo mikið inn á við að við förum að kenna okkur sjálfum eða einhverjum á Íslandi þetta allt saman, vegna þess að staðreyndin svo að hér hefur farið saman á fáeinum dögum ótrúleg atburðarás sem á sér að nokkru leyti rætur hér á okkar heimavelli í fyrirtækjunum, bankastarfseminni, stjórnvöldum og stefnu og orðræðu og þeirri sýn. En að nokkru leyti líka afleiðing af alþjóðlegum hamförum eins og við þekkjum öll. Og því miður verður líka að segja það á lokasprettinum líka afleiðing af ótrúlegum málflutningi og ósangirni breskra stjórnvalda. Og þegar þetta allt fór saman á fáeinum dögum þá voru afleiðingarnar með þessum hætti. Við getum lært af okkar eigin mistökum, eigum að gera það og eigum að ræða það opið og heiðarlega og hreinskilið allir. En við mögum hins vegar heldur ekki gleyma því að sú umræða má ekki verða það mikið keppikefli að við gleymum uppbyggingunni, að við gleymum að opna tækifærin og fylla bjartsýni þessa nýju kynslóð sem við töluðum En Ólafur, telur þá að þú hafi gert mistök með því að vera eins mikið í för með þessum útrásarvíkingum eins og þeir hafa verið kallaðar út víðan völl, orð sem þú hefur látið frá þér fara sem hafa verið tekin upp í fjölmiðlum núna upp á síðkasti, telur að þeir hafi orðið á mistök með að gera þetta og heldur þetta hafi skadað embætti sem þú gegnir? Já, sjálfsagt ýmislegt ofsagt í þeim efnum. Ég tel hins vegar að grunngreiningin á því hvaða eiginleikar Íslendinga nýttust vel á þessum tímum eigi ennþá fyllilega rétt á sér. Og það nú verulega einföldun að halda því fram að bæði ég eða kannski útrásin hafi fyrst og fremst verið eitthvað verkefni svo kallara fáeina útrásarvíkinga. Þetta mikill fjöldi atvinnufyrirtækja í sjávarútvegi, í hugbúnaði, í hátækni og fjölmörgum öðrum greinum. Þú varst mikið með þessum fjármálafyrirtækjum? Já, sjálfsögðu gerði ég það vegna þess að þessi bankastarfsemi og annað veitti auðvitað gífurlegum fjármunum inn í Íslands samfélag. Það eru hundruðir milljarða á undanförnum árum sem hafa komið inn í Íslands samfélag í formi skatta, í formi tekna, í formi greiðslu fyrir þjónustu og annað. Og þau lífskjör sem svona þorri manna, alls ekki allir, en þorri manna hefur notið hér á undanförnum 10 árum eða svo, meðal annars í krafti þessa. Ég held sér líka mikilvægt að horfa á það til þess að menn fara ekki að einangra sig. Að útrás af einu öðru tagi hefur alltaf verið nauðsynleg okkur Íslendingum. En fórum við ekki allt og geist núna og svo ég spyrði þig aftur að þú svaraðir ekki alveg nú skýrt. Gerðirðu mistök og heldur þú hafi skadað embættið? Já, það má vel vera í hugum einhverja hafi það skadað embættið. Ég tel hins vegar að það sé hlutur forsetans að leggja lið fjölþættri starfsemi í landinu eins og ég hef gert, ekki aðeins atvinnulífinu og fyrirtækjum heldur líka háskólum, menningarstarfsemi og efla stöðu Íslendinga og framfara hug sérstaklega nýrrar kynslóðar, meðal annars til þess að koma í veg fyrir þetta sem við tölum áðan að ungt fólk dragi þá ályktun að það sé ekki hægt að veðja á Ísland. Og ef að það hefur einhverju leyti skadað embættið eins og þú segir, þá verð ég bæði að búa við það og vinna mig út úr því. Ég hef aldrei verið feiminn við að horfast í augu við eigin mistök. Ég tel að það sé
alrangt hjá þeim sem falin trúnaður af hálfu þjóðarinnar og forsetaembættið æðsti trúnaður sem Íslendingar geta falið nokkrum manni. Að horfast ekki í augu við það að sumt mætti fara á betri veg og stundum séu mistök gerð. En ég ennþá þeirrar skoðunar, líka endurreisastarfinu og í því að styrkja orðspor Íslendinga í veröldinni og endurreisa það álit sem við höfum, að þá sé að forsetaembættið ef réttar á haldið eitt af þeim tækjum sem að geti reynst vel í þeirri vinnu og þá má þetta læra af þeim málflutningi. Það nú stundum eðli mitt kannski að flytja dálítið svona sterkar ræður. Ég hef bæði gert það áður en ég var forseti og eins eftir ég var forseti og það má vel vera sumt í þeim málflutningi virki of sterkan hátt í dag. En það breytir því ekki sem grundvallar skoðun mín að án útrásar á hverjum tíma þótt margt í henni kunni að mistakast, þá mun Íslandingum ekki takast að byggja hér þau lífskjör sem duga þjóðinni. Og ef við lítum yfir 20. öldina, þá var farið hér í útrás fyrst í saltfiski og þá fóru nú mörg fyrirtæki illa í Ítalíu og Spáni á þeim viðskiptum. Síðan var farið til Bandaríkjanna með frystar sjávarafurðir. Loftleiðir byggðu glæsilega starfsemi og stofnuðu Cargolux. Og þannig var í raun og veru allar framfarir Íslandinga á 20. öldinni byggðar á því að fyrirtæki og fólk fór út í heim til þess að vinna ný lönd og ég vara þess vegna við því að fyllast nú einangrunarhyggju og telja að við getum bara hér á okkar eigin velli byggt þau lífskjör sem duga ungum kynslóðum á Íslandi til þess að trúa á land og þjóð í framtíðinni. Við erum lítið eyland og getum ekki án margvíslegra samskipta við umheiminn efst sjálfstæði okkar og það bara lærdómur sem að við höfum geymt í sögu okkar allt frá því að gamli sáttmáli var gerður á sínum tíma. Höfum við ekki, enga síður, þá höfum við beðið nokkuð mikið skaða, hvort sem að það ummælum erlenda þjóðhöfðingja að kenna eða öðrum. Heldur að verði ekki mörg ár í það að við getum farið að standa í einhverju viðlíka eins og við höfum verið að gera ef við gerum það þar að segja nokkuð tíma? Nei, ég held vissulega við getum náð því að hreinsa til í þessum rústum og byggja nýja sókn á tiltölulega skömmum tíma. Ég hef tekið þá samlíkingu í samræðum við suma erlenda aðila sem hafa spurst fyrir síðustu daga þetta fárviðri. Að við þekkjum það af fellibyljum sem fara fyrst yfir hafið og stefna á meginlöndin, að áður en þeir skella á meginlandinu, hvort sem það nú það sem að gerast í Bandaríkjunum eða Evrópu, þá fara þeir fyrst yfir litlar eyjar og þar getur tjónið orðið mikið. En lítil eyjasamfélög eru líka sveigjanleg og þar samstaðan mikil og þar verður uppbyggingin oft fyrr heldur en á meginlandinu. Og ég held líka, Helgi, að þessi reynsla, þó að hún blasir við okkur eins og hún núna, hún hefur gefið þúsundum af nýrri ungu fólki á Íslandi dýrmæta reynslu, menntun, þekkingu, erlend tungumál, kunnáttu í veröldinni, það að menn geta vegið og metið hvað rétt og sú kynslóð mun auðvitað læra af reynslunni eins og fyrri kynslóði. Og ég þess vegna sannfærður það að ef okkur tekst að stýra þessu vel og ná eðlilegri samstöðum leið og við ræðum opið og hreinskilnislega þau mistök sem hefur verið gert og ég tel að svo umræða sé mikilvæg og hún þurfa að vera opin og hispurslaus eins og ég hef sagt. Að þá hef ég trú á því að það sé ennþá það öflugur efni viður og ég sannfærðist meðal annars það í morgun í heimsóknum mínum að við ættum á fáeinum árum að geta náð okkur upp úr þessum erfiðleikum og eins og sumir forystumenn hafa verið að segja núna síðustu daga að kannski eru eignirnar erlendis og bak við þessar skuldir sem okkur hefur orðið tíðrætt síðustu daga það miklar vel á haldið að tjónið verði kannski minna heldur en við héldum fyrir nokkrum dögum. Umræðan sem hefur verið hér varðandi til dæmis það hvernig eftirlitsstofnanir hafa brugðist að margra mati. Þú hefur talað skort á skriffinsku í ræðum þínum erlendis sem sérstakann kost við það hvernig Íslendingar hafa unnið. Það ekki svolítið að koma í ljósa að þessi skortur á skriffinsku var kannski
já, oft á tíður hreinlega bara skortur á þá svona eðlilegri skynsemi. Hvað finnst þér um það? Já, það auðvitað mikill munur á skriffinnsku og eðlilegu eftirliti. Finnst þér að hafa skort á eðlilegt eftirlit? Já, ég held að það blasir við og ekki bara hér hjá okkur heldur í Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum. Og við höfum að því leyti verið þáttakandi í ákveðnu skeiði í sögunni sem hinn óhefti og kannski dálítið villti kapitalismi þar sem að fjármálastofnanirnar en ekki framleiðslustarfsemin ráða för. Og menn gleyma því nú stundum að kapitalismin hagkerfi sem við og við fer í djúpan öldudal og framkallar ákveðna kreppur. Það grunneðli kapitalisman sem margir hafa kannski haldið á undanförnum árum að hann væri bara einhver formúla sem fæli í sér glæsi siglingu og eilíft góðæri. Og þegar honum sleppt svo lausum án samfélagslegrar ábyrgðar og án samfélagslegs aðhalds að þá birtast okkur þær hættur og þær afleiðingar sem við erum að sjá núna ekki bara hjá okkur heldur nánast í öllum þeim heimshluta sem eru búið við þetta kerfi en ekki að gerast í Asíu og ekki að gerast til dæmis í Suður-Ameríku. Og ég held að þess vegna verið fróðlegt fyrir okkur Íslendinga vegna þess að margir og kannski flestir vilja nú búa við markaðskerfi áfram. Að skoða það að það eru til form af markaðskerfinu þar sem samfélagslega ábyrgðin sterkari, þar sem að aðhaldið öflugra og þar sem menn viðurkenna það að hið opinbera sem fulltrúi almennings og þjóðin á oft meiri rétt en markaðurinn. Að hið endalega vald í höndum fólksins en ekki markaðarins. Er þetta að renna upp fyrir þér núna? Þú hefur ekki talað mikið svona á undanförnum árum, Ólafur. Mistist þú þér bara kannski líkt og öll þjóðin, mistist þú þér svolítið í þessu svokallaða góðæri? Það má vera að ég hafi kannski ekki flutt þetta margar ræður, en ég hins vegar oft lagt áherslu á þetta í samræðum mínum við fjölmarga einstaklinga og athafnamenn á undanförnum árum og lagt ríka áherslu á þetta eðli markaðskerfisins og kapitalismans og líka á hina samfélagslegu ábyrgð. Því að ég hef alltaf talið að þjóðareðli Íslendinga, ef við getum talað eitthvað sem þjóðareðli okkar, sem arfleið frá bænda og veiðimannasamfélagi fyrir tíma og kannski sambúðar okkar við náttúruna þar sem hamfarir skella á þjóðinni, rík samfélagslega ábyrgð og viðurkenning á því að þjóðin sjálf og við saman séum æðri fjárhagslegum hagsmunum eða peningalegum verðmætum. Og það hef ég lagt áherslu á bæði í ræðum og samræðum við fjölmörg tækifæri. En eðli hins óhefta kapitalisma eins og við höfum búið við hann á Vesturlöndum að fjármagnskerfinu og fyrirtækjunum hefur verið afhent húsbóndavaldið yfir framþróuninni í þeirri trú að það samspil væri ætíð bestna lausnin. Og við erum nú að sjá að þau ríki sem hafa búið við annað form af markaðskerfi, þau að fara miklu betur út úr þessum alþjóðlegu erfiðleikum sem við búum núna við og þess vegna held ég að það sem við Íslendingar þurfum að átta okkur á að við þurfum að finna nýtt jafnvægi hér heima á okkar vettvangi milli hinnar samfélagslegu ábyrgðar og hins samfélagslega aðhalds og þess sköpunarkraftar sem tvímælalaust liggur í markaðnum og því fólki sem þar starfar og þeirri hugarorku og framkvæmdagleði sem skapar verðmæti. Svona hafa þetta lokaorðin, Ólafur, þakka þér kærlega fyrir. Sömuleiðis, þakka þér fyrir.